Nýsköpunarsjóður var stofnaður vegna þess að það var enginn þá starfandi á þessum markaði að leggja fé í sprotafyrirtæki, uppbyggingu nýrra fyrirtækja og setja við bakið á því að hjálpa frumkvöðlum að hrinda sínum draumum í framkvæmd. Atvinnulífið var í sjálfu sér í ágætum blóma á þessum tíma. Viðhorfin voru jákvæð. Við áttum þá þegar Íslendingar 2 öflug fyrirtæki sem voru að vaxa mjög hratt, Marel og Össur. Þannig að menn sá að þarna voru tækifæri og það voru mjög mikið af frumkvöðlum á markaðnum sem voru að leita sér að fjármunum. Það sem að mér finnst eftirminnilegast frá þeim tíma sem ég var í Nýsköpunarsjóði, það aðkoman að uppbyggingu sjóðsins og að búa til þann ramma sem hann starfaði eftir. Nú, fyrsta fjárfestingin sem var svona vel mikið tekið eftir var fjárfesting Nýsköpunarsjóðs í íslenskri erfðagreiningu eða Decode. Og Nýsköpunarsjóður var fyrsti íslenski fjárfestirinn í því fyrirtæki. Ég held að það væri ekki margar fjárfestingar sem við fórum í sem í dag myndi ekki flokkast undir nýsköpun vegna þess að okkar hlutverk var að fjárfesta í viðskiptahugmyndum en ekki starfandi fyrirtækjum. Í dag það hins vegar þannig að mjög margir af þessum svokölluðu nýsköpunarsjóðum þeir fjárfesta ekki fyrr en að fyrirtækin orðin til og byrjuð að selja vörur. En það þarf einhver að vera reiðubúinn að koma fyrr inn í ferlið og tilkoma sjóðsins hún olli því að viðskiptabankarnir allir þeir bjuggu til sjóði sem að störfuðu á sambærilegum vettvangi og Nýsköpunarsjóður. Það var auðvitað margt að gerast, það var mikil gróska í þessu umhverfi og það voru margir sem höfðu áhuga á því að leggja fé inn í svona tækifæri. Marel og Össur voru þarna að vaxa mjög hratt og það sýndi sig þar með að íslenskt hugvit átti fullt erindi til þess að byggja upp í kringum það áhugaverð ný fyrirtæki sem að gætu sótt inn á alþjóðlega markaði.